Við erum stödd hérna á Ægi 220 í Hafnarfirði á haustfundi eigna- og viðhaldsstjórnarfélags Íslands sem var stofnað 2009. Já. Við höfum starfandi síðan og eigna- og viðhaldsstjórnarfélagið er aðildarfélagi að evrópskum samtökum eigna- og viðhaldsstjórnar, EFNMS heita þau, og síðan 2016. Og ef við tökum saman svona markmið félagsins í hnotskurn, þá er þetta raun og veru not for profit, sem maður sletti, vettvangur. Félaga, við sjáum nú glitta í nokkur hérna upp á skjá, ég veit ekki hvort það nær því. Stóra íslenska fyrirtækja að vettvangur til að miðla þekkingu á þessum vettvangi. Já, hérna á Íslandi. Bara lyfta upp bara þessum þekkingagrunni hérna á Íslandi. Þetta er töluvert þannig sé nýtt. Þótt að það hafi verið svo rekið í gegnum áratugina, en þá er þetta nýtt og svona meira sett í þetta heldur en hefur verið gert áður. Þannig að við ætlum bara að reyna að miðla þessari þekkingu og byggja upp það sem við höfum verið að gera. Og líka kannski við þetta bæta að við finnum fyrir vaxandi áhuga á þessum málaflokki, að því að nú erum við á tíma sustainability, sjálfbærni og hafa sem minnst fótspor. Og við getum talað það endalaust. En þetta er einn af þessum vettvangum eigna- og viðhaldsstjórnar, þar sem við virkilega getum látið verkin tala. Því að fótsporin eru, ef við horfum á almenn fyrirtæki í dag, fótsporin eru ekki síst í þeim mikla tækjabúnaði sem að fyrirtæki hafa á að skipa. Þannig að þeim lengur sem að búnaði lifir, þeim betur sem við förum með það, að þeim minna fótspor felst í því að gera búnaðinu upp á nýju. En einnig svo sem sparnaður í þeirri orku sem að búnaður kallar á til að reka, af því að honum líður betur og hann stendur sig betur. Kannski östu, Steinar er formaður félagsins, Steinar Ísland Dómarsson frá HS Orku. Ég heiti Guðmundur Jón Bjarnason frá DMM Lausnum og ég er sem sagt fulltrúi okkar á Evrópuvettvangi, sem sagt þessum EFNMS vettvangi. Þá kannski í blá lokin, talandi við Iðuna, ég veit að námskeiðshald og þekkingarmiðlun er ær og kýr ykkar. Það hefur frá upphafi, má segja Steinar, frá upphafi hefur verið markmið okkar, ekki bara miðla þekkingu einhvern veginn, heldur gera það á dálítið, strategíska máta og þá ekki síst í gegnum námskeið og vottun á þekkingu á þessu vettvangi. Og það er það sem við höfum dálítið verið að keyra af stað núna frá með þessu ári, með Iðunni, meðal annars, og í samstarfi við félaga okkar í Evrópu.